svo náttúrulega bara kemur annað áfall þegar ég er 16 að vera 17 ára. Já. Stórt áfall í vinahópnum hjá mér. Já. Og við vorum sem sagt á þessum tíma mikið 6 stelpur saman, alltaf. Já. Ásamt ég var bara risastórum vinahóp, strákum og bara, mikið af fólki sem var tengt þessari mannesku, sko. En við erum sem sagt, þetta er Eurovision helgin þegar Páll Óskar er að keppa og syngur lagið Minn hinsti dans. Já. Og við erum, ég er ein heima, mamma og pabbi eru á Húsavík og þær eru 4 sem ætla að gista heima hjá mér. 2 eru sem sagt farnar út sem au pair á þessum tíma og við fórum náttúrulega bara á fylleri og djam og eitthvað svona og svo fer ég heima þegar ég er að fara að vinna daginn eftir og ein kom með mér og 2 héldu áfram og ein úr hópnum drukknar í Bláa lóninu gamla. Nei. Jú, og þarna líka bara eins og segi, það er ekkit áfallahjálp árið 1997 og þarna ég fer með sem sagt einn af þessum stelpum og kærasta þessara vinkonu minnar með prestunum sem hafði fengt okkur og við byrjum sem sagt kennslu á hana eftir hún finnst, já, eða fáum að sjá hana sem sagt. Ok, og þú og kærastinn hennar og vinkona þín? Já, ásamt líka systir mömmunar. Já. Þannig að ég er svona líka búin að fá að skoða þetta svolítið, en ég á bara ofboðslega góða mamma og pappa og þau gripu mig algjörlega, sko. En það kemur náttúrulega bara rosalegt svona, út frá þessu bara tráma í vinahópinn, skilur. Já. Og, já. Höfðu þær þá farið bara eftir að þau fóru heim og... Já, fóru bara 4 saman. Já. Og þetta var bara mikið gert á þessum tíma. Þetta var bara partur af krökkunum í Hafnarfirði, voru bara rosa mikið að gera það, krakkur á Grindavík og Vogunum og Keflavík og svona, þetta er bara gamla lónið. Stelast í, þetta var ekkert svona loka þá. Nei, þá var þetta bara svona eins og náttúrulaug, skilur, bara út á landi eða eitthvað. Þannig að þetta var mjög, samfélagslega viðurkennt, sko. En já, því mér. Þannig hún hefur verið 16, Nei, hún var ári eldri en ég, hún var 17 að vera 18, ég var 16 að vera 17. Já. Og þetta, svona eftir ég fór líka að vinna mikið í sjálfum mér á seinni tíma, þá mótaði þetta mig miklu meira heldur en ég held. Af því að mamma og pappi gripu mig og pappi var mjög mikið að láta mig tala þetta og ég var send til ömmu afa á Húsavík og svo að fara til útlanda og svona, eins og var unnu í svona vandamálum á þessum tíma, en auðvitað hefði bara þessi vinahópur í heild sinni og þurfti að fá áfallahjálp. Alveg klárlega, sko. Og þá ég er svo þakklátt fyrir að sjá eins og sem er að gerast kannski í samfélaginu í dag, að ungi krakka deyja, það er svona svolítið samfélag sem grípur þau, en það var ekki þarna, sko. Nei, alls ekki, sko. Og þetta er bara, það er, á þessum tíma einmitt, þá var bara svona, höldum áfram, en svona áfall, að missa einhvern á þessum aldri, þetta er bara hræðilegt og þetta er alveg, og einmitt að fara og sjá hana og þú væntalega hefur aldrei gleymt þeirri myndu úr hausnum að þér. Nei, en ég er samt alveg, ég er mjög þakklátt fyrir þá kveðjustund af því hún var mjög falleg og leit mjög vel út, sko. Já. Þannig að ég á alveg fallega minningar af þeirri, ég fekk alveg, já, ég átti mjög góð stund með henni, sko. Ég get ekki einhvern veginn hort tilbaka og sagt það, en það hefði kannski þurft að grípa mann betur. Já. Ef ég hefði bara svona, en þessi stund var mjög falleg, sko. Hvernig var svona, fyrst bara eftir þetta lífið hjá ykkur í þessum vinahóp? Það var rosalega tættur vinahópurinn og mikið af, við fórum öll að drekka illa og ég fór mikið að drekka eftir þetta og líka bara leita í fólk, sem var bara, lifið svolítið þessu lífi, jam og juice og eitthvað neður svoleiðis. Þannig að það breyttist og ég ætla ekki að tala fyrir hönd annara en það voru mjög margir í þessum vinahóp sem einmitt fóru þá veg. Það var bara svona mjög mikið, mjög tættur vinahópur eftir þetta. Já, þetta hefur verið náttúrulega algjört reiðarslag og einmitt ekki neitt svona sem grípur og þá fara bara allir einhvern veginn í bara coping mekanisman og bara, að drekka og svona, það er bara... Já. Og hvað tók við eftir þetta? Fórstu Ég flosnaði upp á skóla. Já. Ég var sem sagt í
í tækniskólanum og ég tók ekki prófin, þetta gerist í byrjun maí og ég ákvað að fara ekki í skóla haustið og fór að vinna með pappa og já, og bara einhvern veginn, þú veist, var bara, nei, hvort ég fór að vinna, jú, ég held ég að fara að vinna með honum þá, já. Og bara einhvern veginn, þú veist, bara, lífið snýr bara að vinna og djamma, sko, ekkert annað.